Já, komið sælir, kæra áhorfendur og verið velkomin í beina útsendingu frá Síminn Invitational netskákmótinu þar sem að 16 af sterkustu skákmeisturum Íslands mætast í útsláttakeppni
Í kvöld fer fram síðara kvöld undan úrslitana þar sem að mæta stórmeistarinn Vignir Vatnar Stefánsson og alþjóðlegi meistarinn Alexander Domalchuk Jónasson. Sigurvegarinn í þessu einvígi mætir Hannesi Lífari Stefánssoni í úrslitum á næsta sunnudag. Ég heiti Björn Ívar Karlsson og með mér í kvöld eins og ofta áður fítumeistarinn og West Ham United aðdáandinn Ingvar Þór Jónasson. Allt rétt. Ertu velkomin til leiks, Ingvar? Við fljúum kannski ekki hátt þessi daginn West Ham menn, en Nei. við höldum með okkar mönnum, gerðum svolítið sætt. Við fengum spennandi viðraugn hérna síðasta sunnudag þar sem að Hannes Lífar sló Helga Ólafsson út í bráðabannaskák 6-5 og nú mætast ungu mennirnir Vignir og Alexander Domalchuk. Þetta eru góði félagar, þessir ágætu menn. Já, heldur betur, hafa mæst ansi ofta á undanförnum árum og hafa líka tekið þátt í mörgum mótum og verið herbyggisfélagar og slíkt, þannig að þeir þekka hvern annan mjög vel. Já. Það gerir þetta ekki svolítið erfitt að þekka svona mikið inn að byrjunni hvers annars sem dæmi. Þeir hafa svolítið verið að vinna saman og skiptast á upplýsingum og ættu að vita bæði byrjunastíl hvers annars og líka svona einhver möguleg leynivopn sem að getur verið. Já. Sem reykt sérstaklega leynivopn. Það kemur að þeim tveimur. Akkurat. Það verður ákveðin barata, svona sálfræða barata í byrjunum, spá ég. Þeir hafa mæst 21 sinni í reiknuðu skákum á sínum ferli. Staðan 13,5, 7,5 Vignir vil sem að rýmar kannski ágætlega við skákstíðin þeirra. Vignir hærri á skákstíðum. Já, þetta svona maður það tippa 66-33, 70-30. Ef maður ætti að rýna í líkunar Vignir vil. Akkurat. Alexander hefur hins vegar sýnt það í síðustu einvígum að hann alveg ótrúlega lífsegur. Já. Að það mjög erfitt að hafa hann undir. Hann komst áfram gegn Hilmi Frey þar sem hann var trekk í trekk með mjög slæmastöður og náði að klóra sig einhvern veginn út úr þeim. Ég held að vinni svolítið með Vignir núna að við erum í lengri einvígum. Það eru 10 skákir. Já. Þannig að þú mátt meira við einhverju slysum í 10 skákum heldur en í 6 skákum þar sem að eitt tap getur verið hreinlega ráðúrslitum. 10 skákir og tímamörkin eru 3+2. Sigurvegarinn sá sem fyrstur að fara yfir 5 vinninga og fyrsta skákin að hefjast. Þannig að við skulum fá hann að skjáinn. Og þarna sjáum við á félagana. Alexander Domalchuk stýrir hvítumönnunum í fyrstu skákinni. Vignir Vatnar Stefánsson stórmeistari með svart. Já, hér ekkert sem kemur óvart. Alexander fyrir D4 og Vignir fyrir drottningabræðið sitt. Spurning reynda hvort hann leikur A6 sem hann hefur verið að gera mikið. Eða hvað hann gerir. Já, mér sýnist það svona að vera vega að meta það sjálfur. Hvort hann að leika A6 eða fara í eitthvað annað. Hann leikur í þetta D7. Já, þeir hafa, ef ég man rétt, báðir telt svona. Já, tekur C4, þetta D5, já. Athyglisvert. Ok. Það kann að virðast óvenjulegt fyrir þá sem heima sitja að hvítu taki viljandi á sig þetta tvíbeðan á F-línunni en það hefur sína kosti líka. Já, það gefur hvítinu svona svo við slettum svona central control, góð tök á þessum F5-ritt og hann náttúrulega með að skjóta liðskipan en svartur svo sem hann ætti að hljóta að róka og ef hann leysir svolítið vandamáli með hann að biskup á C8 þá held ég að svartur með í velviðina. Já, einmitt. Já, þessi biskup á C8 klassískt vandamáli í drottningabræðinu og vill nú oft vera hérna á B7-réttnum sem ekki möguleiki í þessari stöðu þannig að það er kannski líklegt að Vignir freisti þess að fara einhverjar aðra leiði með biskupinn síðar. Já. En þetta er gríðarlega traustaða hjá Vignir þó hún sé svona í þrengri kantinum, eða ekki? Jú. Sem að hvítur á ekkert enga svona auðvelda peðaframrás. Peðin hjá svörtum svolítið svona grípa þessi peð á hvítum. Hann gæti reynda kannski leikið D5 en þá náttúrulega opnast tafli fyrir biskupana sem ekki það sem hvítu vill. Einmitt, og nú sjáum við Vignir komið með biskupinn svo út og hann gæti verið á leiðin hérna á C6, fá hann tækifæri til. Áttu að vona einmitt þessu leikir þetta er E5 og hann býður hann upp á svartu dreip á C6. Það vantar hann bara að meina þessi erfitt að ráðast hann á veikleika. Getur sett rittar hann á D5 og fær kannski fínt spil sjálfur á B-línunni þannig að það verður ekkert svo alvarlegu veikleiki. Já, ákvörðun hann hjá Vigni. En ef að Alexander drepur ekki hennar biskup gæti Vignir verið að íhuga að bjóða upp á uppskipti hér í framhaldinu til þess að... Já, mig grunir það. Þetta er mannaverki nokkur í byrjunum þar sem að
biskupinn svolítið til vandra á þetta rými, hann fer á D7 og C6 og svo oft á þennan D-ferið sem þú ert að benda á. Og þá yfirleitt bara til að skipta hann upp og losna við hann. Einmitt. Hann drepur leikur í D4. Eins og oft áður þá Alexander komið með heldur verið tíma. Hann með 1:40, Vigni með mínútu betri tíma og við höfum séð Alexander fara mjög fljótt í tímarhag á þessu móti hingað til og það hefur einhvern veginn aldrei almennilega komað honum í vandræði hingað til. Nei. Hann hefur alltaf náð að klóra sig út við því þó hann sé orðin rauður á klukkunni eins og við segjum. Já, CF-riddarinn, hann er alveg safaríkur fyrir riddara. Hrókur A5. Athyglisverður leikur. Já. Ætla að sé að gæla við að taka á D4 núna og reynilega valda þann biskup með því að leika C5. Ég held að það sé hugmyndin hjá honum. Gat ekki tekið á D4 strax út af einhvers konar leppur á dílinn og svo hefði hvíti riddarinn eftir að tekið á C5. En núna, já, hann leikur hrókur B5. Já, hrókurinn beinir spjótið sinni niður á B2-peðinu. Athyglisverð tapmennska hjá Vigni finnst manni, dálítið frumleg og hann gæti mögulega gert sér mat úr pressunni á bílunni að setja með. En við sjáum að Alexander, hann leikur hrókur C1 og hótar C6-peðinu. Gerir riddari D5 alltaf að leikur núna eða hvað? Alltaf voni í F4, þannig að við fáum tempo. Já, riddari D5 hótar F4-peðinu mitt. Og ef við tökum á... Hann leikur dráðin D7, ok. En hver ætlar hann að svara riddari C5? Já, það er góð spurning. Dráðin D6 bara. Og þá er hún í D4 líka. Já. Já, Vigni verðist öruggum með sig hérna. Alexander leikur Gunnar 3. Traustu leikur að sjálfsögðu. Og hrókur B8. Hann kemur hinn hrókur á bílunna. Já, þeir hafa... Riddari D5 hljóta fara að koma. Það hlýtur að fara að koma. Þeir hafa báðið sín færi. Vignir hugsar B2-peðið og Alexander C6-peðið. En það má búast við því að þetta verði nokkuð traust tapmennska í þessu. Við þeir hafa báðið mjög traustan stíl, Vignir og Alexander, og við sáum það í síðasta einvígi hjá Helga og Hannesi að hvað það skipti máli að tefla traust. Það var svo sem að gerði fleiri mistök sem að tapaði og framan af því einvígi þá var Helgi Ólafsson með öll tök á skákunum. En leið og Hannes bætti tapmennskuna og hætti að gera þessi afdrifaríku mistök þá snerist þetta honum í hag. Það þarf oft ekkert að vera með einhverja flugelda í þessu. Það er bara haldið þessu gangandi. Þeir eru báðir að leika bara leikjum að þess að gera mikið núna. Kongur Gunnar 2, bæti stöðuna örlítið. Já, þetta er svona virkar þægilegar á hvítan. Af því hann er með svona, getur eitthvað að sveifla hrókunum hingað og þangað. Meðan svartu virðist svona nokkurn veginn vera eiginlega búin að stilla upp eins og hann getur stilt upp, finnst mér. Já, hann er búin að svona maximæsa stöðuna. Ég ætlaði með að segja, við getum leikið einhverju leik og svo hrókur D6, hann gerir ekkert nema að lega hvítum að gera. Já. Valda peðið, fría. Valda reynda peðið, fría drókninguna. Það kannski geti komið til góða. En á móti þá geti þetta verið, vittum við, hann gefur skiptamennum. Bassja var setti svona upp hálfgett spurningamerki með sínu svipriði. Athyglisvert, já. Já, hrókur D7 dráðin til C6, hann var það fórn að skiptamenn. Já, hann vildi sem sagt ekki, var ekki tilbúin að gefa þetta peð. Ekki ætlar hann jú, ég ætla að segja það. Ekki riddar fyrir hann aftur á C5 bara. Nei, riddar C4 núna, er þetta ekki blöndir? Riddar C4? Riddar C4 hótar riddarunum, hótar hróknum. Riddar C7, býðinu við. What is bro doing? Ok, hann fær þetta peðið þarna. Já. Eitthvað ákveðna bætur en... Já, samt. Já, veit ekki. Ok, hann verður að taka B2 vantalega. Já, Vignir er að skipta mér undir með peð upp í nokkuð trausta stöðu en... Fyrst að ná þessu A-peði þá sleppar hann við úr tapatinu. Vinnislíkur hvíts. Félag svolítið í að eiga inni þetta A-peð. Nú eru auðskipt á hrókum og Vignir hristir hausinn. Já, hann misti af þessu virðist vera. Já. Hann hefur alltaf að taka peði, glemdi hreinlega að drókningi var Róni. Nú er Alexander að því virðist með töluvert betra tafl. Og G8 virðist nú bara að vera einleikurinn það ekki.
hvernig valdur hann þá A3-peði? Já, ekki bara fara að endurtaka stöðuna. Spurning hvort hann geti farið inn með drottningun eitthvað, hvort hann geti tekið sénsinn á því. Kann næst sér tíma og kannski drottning A6 bara eftir gangi. Mögulega að fara hérna bakdæri megin. Hann gerir það. Óhrættur. Drottnir er bara A3 reyndar valdar þá biskupin á F8 ef hann þarf að blokkara. Hann er líka D4, hann vil eiga inn í skákinu á D5. Já, en nú kemst hann ekki með drottningun á D7 og... Jú, hann gæti reynda að leggja E5 í slíkust... Nei. Jú, hann verður reynda að gera það, en... Það er ekki það sem að... Hótar á F7. It's not what a doctor ordered. Gæti hann leggja drottning D5 bara og... Á unnið A3. Já, hann geti kannski gert það. Drottning D5, uppskjóta drottningum og... Hvítur á reynda vinnislíkur. Þessi drottning D5 tekið, hann fer í þetta. Þetta er mjög þynga að tekja A3, hann verður að byrja á A-peði þá, hrókur A7. Já. Kóngurinn... Býttu nú við? Ha? Nei. Það er komið kóngin. Það var að passa sig sko, tekja A3. Já, ok. Ég var einu tempo undan í ykkur mótarhenningum. Ég ætla að leika... Já. Ok, en hann er valdið þetta peð. En hvítur getur leikið F5 á okkur punkti sem að geti verið svolítið óþægilegt. Það er rétt, hann á möguleika að brjóta þetta upp með F5. Vinnum eftirlega peð á D5. Ok, ef að Vignir, ég ætla að segja, ef hann kemur konunguna F6, F5 og næði sjálfur að leika F6 eitthvað slíkt, þá myndi maður halda að nætti alltaf biskupsleiki til að eyða tíma. Það er ákveðið vandamál fyrir Alexander að peðin eru öll á svörturutum, þannig að biskupin gæti... Er ekki F5 núna stórhættulegur? Það er rétt. Kongur er 2 vandalega og... Ok, hann er kannski að reyna að vinna tíma. Hann er mjög tæpur á tíma, hann er komin yfir 3 sekundur. Getur hann gert sér mat úr þessu? Ég meina F5 vinnur bara peð. Eða semst vinnur bara H-peð. Ég meina það... Já, ég meina... Ok. Já, F5 alveg klálega. Og komast bak við H-peð. En ok. Fyrsta skákin enda með jafntefli. Og þá er það Vignir Vatnar Stefánsson sem stýrir hvítumörunum. Og leikur E4 eins og hann verið gjarn á að gera. Petrov kemur ekki á vart. Vignir setur upp einhver sviparna. Já. Já, ég held að þetta geti verið færið sem að Alexander áttur að sjá eftir aðeins. Kannski, ég veit ekki, var hægt að gera þessu matur og þessu hápiði, en eftir F5... Já, neða það reyna það. Já, það er engin hætta. Engin hætta. Við kannski stoppum aðeins hérna til þess að útskýra fyrir áhörðum að fjórðileikur Alexanders riddari C6, hann er ekki að leika sem manni því að eftir biskup dreipur E4 þá kemur D5. Biskupin á bara D3 reitin og þá kemur E4 og vinnur mann tilbaka. Síðan tefla þetta í deltakefninni. Þannig að Vignir drap hérna á E5 og þetta er staðan núna. Það var ekki Ísraels maður hérna frumlegur sem að koma þetta fyrst. Hittir hérna. Riddari C6? Já. Já, nú veistu meira en ég. Jakob, nei, hvað heitir hann áttur? Ég man ekki nærma ánum. Nei. Það er líka öllum líklegast nokkuð sama. En okkur, við erum með mjög samkværa peðastöðu. Það sem að báðir hafa til dælu að þægilega liðskipa nema það að svartur og vandræði með að koma biskupinu sér mót. Það er kannski það sem skilur á milli að hvítur hefur öllítið betra tafl. Hann er tempo yfir og með þægilega liðskipan. Man er fæst einhvern veginn að finna upp á mannsfórn í svona tröstur byrjun og hérna Petrov. Það er einhvern veginn eins og að reyna að setja Bernis og svo ís. Það passar ekki saman. Sko. Já. Og ef þú ætlar að fórna þá teltu það bara singilegur. Sko. Það er rétt. Riddari F5 síðasti leikur hjá Alexander býður uppskipti. Ágætt að hafa það í huga að síðan menn með þrengri stöðu þá hagnast yfirleitt á því að létta aðeins á stöðunni. Já, hvítir er svona með aðeins virkari menn, komur svona meira út á borðið en peðastaðan er það samhverfa. Það er það mjög stutt í að tafli sér gjörsalan nýjamt. Já, pínlítið óþægilegu leikur núna fyrir Alexander drottning H5 hjá Vigni. Hótar biskupnum, hótar hóku D1. Og ef að hvítur fær tækifæri að leika nokkuð leikið með tempói núna, það var hægt við því að hann fái einhver færi. Ég til dæmis aðeins smegu við. Til dæmis ef við tökum að séð til dæmis þá held ég að hvítur fá nú svolítið hættur og sóknarfæri. Já. Og það er ekki auðvitað að leika einhverju leikið með svo drottning F6 eða eitthvað, þá kemur riddarinn inn. Einmitt. Riddarinn kemur með tempo og annarkvort á D5 eða E4. Hann drepur samt. Já, einhvern veginn fannst þess að það væri
eiginlega einn leikur en það er samt svona já, það er eitthvað stjarnana, þetta er hættulegt biskup D3 þá vantar hann H6 eða eitthvað. Já, við sjáum að Alexander er að hóta peðin á C3 Vignir er með biskup að pari og getur leikið biskup D3 eins og Inga bendur á að hóta það máti á H7 sem er svolítið óþægilegt. Spurningin er hvort að Vignir hafa efnaði að skilja þetta peð eftir í uppnámi á C3 og virkja hrókana sína. Það er ýmsir möguleikar til að nýta þessa biskupa. Vignir gefur sér tíma núna. Já, biskup D3 H6, við getum þessan að leikja C4, það er spurning hvort það getur líka leikið bara krókur B en eitthvað slíkt og mitt. Það virkja mennina þannig. Vignir hristir hausinn. Já. Það er ekki alveg sattur, ég veit ekki alveg af hverju. Nei. Hann er komið verri tíma núna sem eru tíðandi því að það er ekki oft sem að Alexander Dómaldsjúk er með betri tíma á klukkunni. Nei, og ekki heldur á móti Vignir sem að svona oft spila svolítið upp á það að hafa betri tíma. Já. Sérstaklega í hraðskák. Mitt. Nú við minnum á það að það eru Síminn, ljósleiðarinn Collab og Lengjan sem að styrkja þessa útsendingu frá Síminn Invitational. Byrju Vignir er bara, ég áttum ekki alveg hvað. Já. Svo gera hann svona svakalega, ok, hrókur D1. Hann gretti sig óskaplega. Ok, hrókur D1, hvað gerist ef að svartur dreipar á C3 og hann gerir það ekki? Nei. Hann hefur eitthvað smengur við kongsvængin sinn, leikur H6. Kemur að D3. D3. Tökum við núna á C3 þá þurfum við kannski að hafa ágjör af mögulega drókning F5. Ég verður þetta F4. Er hann að þvinga uppskiptið þá á? Drókning finnir 3. Ok, ef hann tekur á D3 þá? Já, tekur hann F6. Hvítur við alltaf að fá uppskiptin hann haldi þessu svartaldabiskup. Ok, nú getur hann slett peðin. Þetta er ekki mikið en þetta er nú aðeins þægilegra hvítan. Já, vissulega 2 slæmi veikleikar hjá Alexander en misliti biskupar og spurning hvort að Vignir geti gert sem mat úr því. Mér finnst ekki alltaf eins og hérna í deildakefninni sérstaklega þegar Alexander var efstaborði fannst mér alltaf eins og að vera peð undir í misliti biskupum að reyna að halda þeim með svörtu. Einmitt. Þannig að hann hefur ágætt reynsli því en nú er þetta jæmt á peðum en hvítur er svona aðeins og undan spurning hvort að við förum beint á línuna, hrókur E8 ekki að gefa eftir línuna. Getur náttúrulega ekki biskup E6 líka eitthvað slíkt. Biskup E6 möguleiki, hrókur E8. Alexander þarf að klára liðskipurna sína hérna. Hann leikur hrókur E8, já. Biskup D4, já. Já, það er aðeins þetta poti í sér peð. Já, nú væntalega þarf hann aðeins að vanda sig af því að ef hann skiptir upp þá kemst Vignir inn með hrókin eða vinnur F6-peðið. Já, hann gefur peðið. Já, Róni A2-rendar. Já, hlýtur að hafa verið skynsöm ákvörðun hjá honum. Já, ok, hrókurinn kemur þetta inn, pistur F6, pistur A2, hrókur E7. Já, skýtur inn kongur G6. Já, líklegast ekki vitlaust. En þá er spurningin, biskup D4 tekið, hrókur A1, nei, hann fyrir hrókur E7. Hóta peðinu á C7, maður er svona tilfinningunni að Alexander megi ekki vera of passífur í vörninni. Hann þurfa að búa sér til einhver færi og hann er náttúrulega með þetta A-peð sem að gæti orðið. Ég verði ekki reyna bara að bomba því að stað. A5 hrókur til C7, biskupum tilbaka til að valda og fara að hóta að íta peðinu svolítið langt. Úða því bara stað. Þetta er alltaf aðal trompi sem að svartur hefur hérna. Fínasta mótspil. Svo geta jafnvel líka bara hreinlega A5 hrókur til C7, biskup B1 eitthvað slíkt. Geta B-peðinu og D-peðinu. Lítur nú að vera jættiblislegt. Alexander er rauður á klukkunni, komin í 10 sekundur. Já, hristir hausinn. Já, biskup er skrítinn, sérstaklega því að fara að eyða tíma hérna í að valda aftur. Já, tapa einu tempo hérna. Sem gæti verið. Það gæti verið dýrkeypt, en gæti líka slá fyrir biskup. Er 3 óþægilegur? Heldur betur. Þetta peð mikill veikleiki eins og tölum með maðan. Sassa fann að hrista hausinn, en Vignir sá þetta ekki. Hann leik C4, biskupin á að stoppa A-peðið. Það er bara komið kongin og... Já, nú er vantilega kongurinn á leiðin eitthvað áleiðis. Mikið tímar núna, hvernig valdar hann peði. Það er ekkert hlaupið að því reyndar. Biskup E8. Biskup E8. Hrókur F8. Já, virkar ekki. Nei. Virkar ekki rétt einhvern veginn.
Hann kom til greina að taka F8 á H6 sko. Já. Og fara svo bara biskupur A1 og... Já, einmitt. Og þú kom með þrýpið á D-línunni og þrýpið á H-línunni, langt á milli. Það er rétt, já. Rókur E5, baráttan heldur áfram. Vignir er peði yfir, það er oft ekki alveg nóg. Var ekki blöndur maður. Þessi er mjög þægilegur. F6 gæti sloppið. Nei, Rókur, þetta hlýtur á sig. Já, þetta var ómikið lagt á... Já, ómikið vinna og fá menn og þetta var klaufalegt hjá Sassa, verið að segja. Þau var ekki til, biskupin stoppa peðið og Vignir vinnur skák nr. 2. Það var eins og að misti aðeins svona einbeitinguna þarna á leikilpunkti og fór að gefa tempo og peð þegar hann þurfti ekkert að gera. Já. Það sem ég myndi giska á væri jafntefli svona nokkuð auðvitað menn hafa fókus. Einmitt. Og Vignir fyrir Nei, býðunni, hvernig er svart? Jú, Vignir er svart, já. Það er svona D5-leikurinn, hann leikur E6, það er svo sem til. Já, við teldum þetta náðu mitt á skákingi Reykjavíkur, þá var ég svart og náði jættar mótum. Hann var hrifinn af þessu sem svona auka vopni svona af og til með svörtu. Einmitt. Kentur Nimsovits þessi sikkilegur, E4, C4, þetta F6 í öðrum leik. Já, þetta er óvenjulegu leiku vegna þess að algengar er nú að byrja á að þróa mennina hérna hinum einn á borðinu en svartu býðu hvítum upp á rekarittarinn í burtu sem að færi þá D5-reitin. Smá öðrandi, hvítu fær svona yfirleitt meira rými en svartur er alveg traustur á móti og getur svolítið beðið í skotgröfunum. Og þeir hafa skipt yfir í sefinninganafbriðið og þaðan yfir í næturafbriðið. Og Alexander teflir eins og Anatoli Karpov gerði í gamla dag með biskup E2. Biskup E2 og stuttrókn var ekki Jón Ellreifin þessu líka? Jó, svona teltuður marga skáki líka Karpov og Kasparov í heimsmeistari í honum. Já. Þróuðu heilmikla teóriu í kringum þetta, þar sem að hvíti leikur F4 og jafnvel G4 setna. En já, G4 leikur að snemma, það er nú svona talið yfirleitt svona helsta vopnið á móti séfinningen, ekki satt? Jú, bara strax sko einmitt, bara strax í þessari stöðu hér sko. En ég teldi þetta einmitt á móti Helga hérna í 8 mannúrslitum. Einmitt, já. Það vantar svolítið reynsli í því, en svona eftir á hekki var ég alveg með fína stöðu. Plús 12 en svona vantaði svolítið reynslu og leikir augnablikum. Einmitt. Og Alexander teflir þetta nú kannski svona full rólega með F3 en allt í lagi. Já, Vignir kom með svona broddgaltar uppstillingu með svörtu. Já, hann hefur ekki mikið pláss en samt mennirnir nokkuð vel staðsettir. Með öll þessi peðina á 7. reitaröðinu og eins og Ingvar segir broddgaltar uppstilling er þetta kallað vegna þess að svartu býður átekta, býður eftir tækifæri til þess að stinga hvítan ef hann gefur færi á því. Já, þessi peð á 7. reitaröðu þau eru svona að vera að vísa í broddgaltin þar að þau býta svolítið, ef þú reynir að koma 5. reitaröðu þá ertu með hennar peðamassa sem býtur í allt sem þú reynir að gera þarna á 5. Akkurat. En hérna, já, munurinn kannski á svona klassískum broddgaltastöðum er að hvíta C-peði væri á C4, það breytir nú svona ýmsu til að mynda að gera það svörtum auðveldar vika brjótast kannski fram einhvern tíma með D5 sjálfur á miðborðinu. Einmitt. Það er oft talað um það í síkilegverðinu ef að svartur næri leika D5 með góða móti þá hafa hann jafna tablið. Já. Spurningin er hvort að hvítur hvort að Alexander sé að reyna að stoppa það núna með hróku D1, hann hefur svona himil á þessu peði hérna. Hérna myndi mér langa jafnvel að fara að tróða ykkur þarna á C4-rittir, þetta er F4 en það er kannski það er alveg tímabart. Vignir leikur drottning C7. Þetta er kannski smá að gera biskup H6 í einhverju stöðum. Og kannski má það núna. Ætlar svartar að þóla að skipta með þá eða hvað? Biskup H6, já. Athyglisverð hugmynd. Hóta það mátti hann leikur biskup D4, já. Kom alveg til greina að leika biskupnum á H6 og hóta máta G7. Hugsan hefur nú bara... Já, hann... Ef áttur þetta biskup F6 þar, ég glemdi því, vá. Fast þess að inn í skiptamenn. Þetta er nú eitthvað veilítið óþægilegt allavega. Riddari E8. Vignir komin á afturfætuna hérna. Passív leikur en hvítur svo sem ekki hótaninu. Nei, það verðist hanga vel saman hjá Vigni. Hann er með trausta stöðu hérna. Athugum að það er margt mun losalegra hjá hvítum, til dæmis skálunum á kóngnum sem geti bóðið upp á einhvers konar taktík þegar
fyrir lengri inn í skákina. Já, það er rétt. Það er oft þessi F-peð í síkilaverðinu, þau geta reynst dýrkeypt fyrir hvítan, setna mér. Ástæðan fyrir því að hvítur ofta að leika, einmitt, ég var ekki búin að sleppa orðinu, eða leiki að leika kongur háinn og það var undan mér með það. Já, riddari C6 eins og óþægilegur leikur að greiðast undan áformum hvíts. Og gæti verið að vinna biskupapari hérna, finnst mér. Já, sem er mjög dýrmætt í þessar stöðu, af því að það er eiginlega bara svartældabiskupinn og drottningin sem er að gera eitthvað í stöðunni, hinum menn hvíts eru svolítið passífur. Já, eru klunnalegir. Margir hverjir, þannig að það gæti verið að springa út fyrir Vignir núna. Hann er auk þess með mun betri tíma með 2 mínútur gegn 28 sekúndum. Það hlýtur eiginlega bara. Ok, hann skýtur inn biskup F4. Já. Ok, teki. Riddari tekur. Svartur lítur nú að vera for choice, eins og hann segir. Já, ég myndi segja að þetta væri orðið tölvöld betra svart. Með parið búnuleika sem DF-leik sem tölum að væri. Já. Yfirleitt myndi allavega jafna tablið og miklu betri tíma líka. Nú þarf hann aðeins að laga riddarinn sinna á E8, finna stað fyrir hann og virkja þar með tengja rókana og þá var Vignir í góðum málum, myndi ég halda. Spurning hvað þessi riddari á heima hins vegar. Já, það verðist spá eitthvað í því hvort hann ætla að fara til dæmis D6 C4 eða hvort hann ætla að fara bara með hann F6 í það átvita fyrir F6 og C3 og þá fyrir riddarinn á D5 og hann gæti verið að hugsa eitthvað frekari ferðalög síðan meir. Og á E3 Sjáum svolítið einmitt, þessir F-peðsleikir, þeir geta verið varasamir. Já, þau skilja eftir sig ákveðna veikleika ef þau ná ekki að skila árangri. G6, ég held að þetta sé eitthvað sem að Vignir vildi gera, biskup G7 og þá var hann algjörlega búinn að treysta kongstöðunum sína. Það var til að mynda, var á dögunum á ungmennakeppni hérna í York og Englandi og það var einn skák sem ég vil meina hreinlega nánast tapaðist bara því að hvítu var búinn að leika þessu F-peði. Já. Lenti í svona alls konar veikleikum og taktík svona í kringum þessa veikleika sem skapa svolítið út af þessu litla peðsleik, þannig að oft þarf ekki mikið til sterkum skákmönnum og tíminn er alveg farin hérna hjá honum. Þetta er mjög þægilegt tafli á Vigni. F5, já, Vignir er með yfirbárastöðu núna. Já, þægilegt er understatement, þetta lítur að vera algjört yfirbáratafl. Áleikur sem mann. Það er ekki bara maður honni, heldur stilt hann upp í gaffa líka, sko. Já, hann ætlaði að leika hókum á D1. Já, hann er másleipa, já, auðvitað. Já, hann átti lítið tíma og það er svolítið afleiðing af því að lendi því að missa kallana. Og nú fer Sasha í frönsku völlina, ætlaði þá vantarlega að tefla svona aðeins aktívar til að reyna að ná í vinninga, en Vignir dreipur á D5 og með leiðindi. Já, Vignir er 2,5 hálfur yfir. Þetta er allt þekkt frá vignirvatnar.is, kemur ekki óvart. Og þetta hendur náttúrulega stöðu Vignir í einvíginu mjög vel. Já. 2 vinningu yfir, við höfum eftir að uppfæra stöðun á skjánum en 2,5 hálfur og þá er alveg við hæfið að tefla leiðilega og láta einstængin gera eitthvað. Man er ekki alveg hvernig við ætlum við svona að potast í þessum hvíti og hvíti. Þetta er B5, þetta er svona stöðlu hótun en C6 já, virkar svona frekar eðlilegur. Svartur er með kongin á miðborðinu en hann mun líklega að reyna að leita skjóls, kannski á F8-réttum. Já, þetta er mjög, hvað að segja, ég hvítur að reyna eitthvað með þessa aðbyrðin, það er ekkert svakalega mikið. Já, ég velti fyrir mér, má hann, eða galin ákvörðun, að drepa H7? Já. Og skáka síðan á E1. Hver þá kongurinn á D8 kannski? Bara byrjast upp á H7 Gunnar 6? Já, hrókur E1 skák. Já, og hann má ekki fara F8 á átana H6. Já. Það er að fara D8. Það er líklega galin ákvörðun, sko. Bara velti fyrir mér. Já. Já, við komast líklega ekki út. En þetta getur verið eitthvað sem myndur reikna í kappskák. Til dæmis, já, tekja H7 G6, hrókur E1, kongur D8 og kannski þá taka á F6 og þetta er G5 eitthvað slíkt og hún í F7. Ok, myndum við vestafalli fá 3p fyrir mannin.
Þetta svona ákvörðun sem færir rosalega mikið eftir kannski stöð í móti og annað. Já, kannski svona með stöðuna í mér núna. Já, þá var ekki skynsamlegt að vera að taka áhættur. Sammála því, þetta var ekki skynsamlega ákvörðun fyrir Vigni eins og staðan í þessu einvígi. Hann þarf ekki að taka áhættu og með kvitt. Það traust tapmennska og jafntefli hentar hann bara fínt. Hann búinn að hugsa lengi núna. Hann bara kominn, já. Hann leikur okkur yfir. Það svakalega tímafórskot hjá Sassi núna. Ungurinn að fatta. Riddari E5, já. Já, það kvittir kannski svolítið að binda vonum við Riddari E5 í þessum afbrigðum. Það kannski svona... Það erfitt fyrir svartan að eiga við það. Hann má ekki taka á E5. Biskup F4 eða? Já, Riddari drefur myndi gefa mann. Við sjáum það, hann er óþægilegt. Biskup F4 hótar að vinna þá mann með að drepa D7 með skák og taka biskupinn. Fyrir D2. Nú þarf Alexander að fara að koma þessum mönnum hérna út. En nú ekki hótun. Nú kannski hægt að leika bara einhverju leika svo Riddari B6 og koma mönnum út biskup E6 og svo kemur rókurinn. Já. En meðan biskup F4 svona bjóð upp á svarti þurfti að leysa ykkur vandamál. Já, það var alltaf svona tempoleikur. C5, já. Ekki það sem að mér hefur dottið í huga að gera. Nei, við vorum báðir smá hissa. Gefur það allavega að færa á því að hvítu getur telt gegn stöku peði, verði til dæmis uppskipt á D7 og svo C5. Við finnst líklega að hann skýtið þessum minn, það kannski ætti ekki að hafa áhrif á það að hann getur telt upp á staka peði. Já, sem að biskupinn fer eitthvað, þá getur Vignir tekið á D7 og tekið á C5 og telt síðan gegn þessu staka D-peði sem gefur alltaf smá plús. Það aðeins að passa sig af því að fara biskupinn til dæmis á E7 þá komið svona auka möguleiki að hoppa kannski inn á C7 einhverju stöðum. Mitt. Og nú er það Alexander sem að hugsa. Hann á 2 mínútur eftir Vignir eina. Og þá held ég að sé rétt tíminn til að fá sér góðan sopa af ísköldum kollab. Ertu með einn ískaldan? Það er ískaldur hérna. Hann tekur F5 biskup, já, ok. Það er svolítið drastisk ákvörðun af því leyti að nú er hvítur komin með biskupaparið og ég held að sé alveg hægt að fullbóka það að hvítur sé þá með aðeins betri stöðu allavega. Já. Og sérstaklega pirrandi fyrir svartan að vera ekki búin að koma þessum biskup eitthvað. Já. Og framfæri hérna. Mér langar leikar þetta D6 en ég held að gangi í taktíst, ég held að svartu megi taka á E5. Nei, það tekja á E8. Nei, það gengur ekki. En það er bara tilbaka. Já, það er traust. Staðan hefur aðeins opnast. Mér líst ekki vel á þetta fyrir hönd Sasha. Ok, rókur A7, hann vantar svona... Vantar nokkra leiki. Hann vantar smá til að klára liðskipurina. Já. Hann leik E6, já, ok. Hvað með... Biskup E trú líka að koma til grunna jafnvel. Ég segja mig leikir þetta B6 núna. Vill hvítur... Já, vill hann halda biskupnum inn á borðinu eða fara í uppskiptin? Hann til að halda þeim inn á. Má hann jafnvel leika? Já, má ég jafnvel leika biskup E3? Já. Tekið S6, tekið á B6? Nei, C5 segi ég og nýja B6 skjálfæði. Fengjum við stöðu það sem eru misliti biskupar en Vignir peði yfir. Ég held að það sé bara leikurinn, sko. Nei. Það tekur á C8. Hann gerir það, já. Ok, sama hugmynd, en nú er kannski hægt að leika hrókur C7 og sleppa fljótlega með C4. D5. Rók C1, C4, knight B6, knight B4. Já, ég veit ekki. Þetta er eitthvað pot, en mér sýnist Sasha vera að sleppa hérna. Hrókur E6, já, vera hvítur reit, ekki láta leppa sig. Það er allt valdað. Já. Reyndar er þetta smá leiðinda pot. En má ég taka B3 hreinlega? Tekja C8 B2 bara. Aha, og peð er óstöðandi. Já. Áhugaður hugmynd. Þannig að ég tek á B3 og þú voru taka tilbaka. Hvert fer með riddaran þá? En hann líkur skýturinn A5, já.
Ok, rittarinn fyrir á D5 og þá geti þessi rittari stoppa BP. Ok, hann leikur rittari D6. Alexander að klóra sig út úr þessari pressu? Já, kongur F7 afleppar. Hinn rittarinn kemur. Þetta aðeins betra svart núna held ég. Já, Vignir hann rauður á klukkunni. Það væri mjög sterkt fyrir Alexander að ná að vinna þessa skák. Já. Með við hvaða stöðu hann var komin í áðan. Já, komin í smá vandræði, það alveg. En já, líklega þetta ekki alveg nóg mikið. En hann samt getur strítt honum aðeins. Verður hann ekki bara að taka B3 og reyna allavega að búa til frípeð? Jó, það lítur að vera. Eitthvað annað að gera? Það lítur að vera rétt að svarið hérna. Alexander hugsar og nú tíminn að jafnast hjá þeim. Vignir getur reynda að skáka á C7 og komur hóknum strax undir peðið það. Býtum við, rittari F5. Þetta nú bara fara út í hróksantal peðundir, eða hvað? Nei, hann á hróku C5 kannski. Já, samt. Hann tekur fyrst, já, vantar að hróku C5. Leist þetta allt upp. Já, tekur bara svona. Já, ok. Já, það var svona jafntefli líklegasta niðurstaðan. Já, kongur kemur á C3, stundur þetta alveg þokkalega þar. Já, það er spurning hvort að annar þeirra geti reynt að vinna þetta. 6 sekundur í Vigni, 11 hjá Sasha, 12 betri tími. Fyrir tilbaka, býtur nú við, já, ok. Já. C3, það ekki leikurinn? Nei. Það var klálega möguleiki, hans mér. Býtur nú við. Hrókurinn alveg pikkfastur hann á A4. Já. Ég var að hugsa akkurat eitthvað svona þegar maður sko, en vissi ekki alveg hvernig ég ætti að koma í framkvæmt. Ok, C3. Þú veit að þetta ekki hafa hrókinn á D4. Nú getur það líka C3 kannski. Ok, skóngurinn bakvið. Ok, Vignir að þá mögulega að vinna þetta H6-peð. C3, já, hlýtur að koma á réttu tímapunkti. Ok, þá hvað? C4 sniður. Sniðuleikur. Sama mátti ekki drepa hrókinn, hafði C-peðið vaðið upp. Ok, hann getur leikir hrókur E4, hann bakkar. Þetta rosalega hörð barátta, það eru báðir gríðlega tæpir á klukkunni. Hrókur F5, já. Hann óþægilegur. Oj. Það vinnur peð, það má ekki drepa hann hrók. Það vinnur fullt af peðum, sko. Já, G-peð að falla líklega. Það reynir að fara í mótspilið, en hef ég tíminn til að drepa líka kong B4, drepa svo G5. Og ég með 2 peð. Já, ég held að það sé unnið á hvítan. Það myndi maður halda. Já, þetta unnið tabla hvitt. Sasha hristir hausinn. Já, þeir svona skiptust á að klúra þessari eiginlega. Já. Nú voru athyglisvert fyrir áhorfendur að sjá tækni Vignis í hróksantöflunum. Íti peðinu, já. Kongurinn í sæmilegu skjóli fyrir á B6, enga skákir. Já, A6, skákongur A7, já, fyrir C7 bara, já, hrókur C6 jafnvel í hverju stöðum. Já. B6 núna, já. Þetta búið. Og hann gefst gefið og við erum að fara í stutta pása, ekki sett? Jú, staðan 3,5 Vigni vil. Hann búinn að tefla vel. Já, vel. Þetta svona samt svona aðeins falla með honum. Sassi ekkert búinn að tefla neitt illa. Nei, það er rétt. Það kannski bara Vigni betur. Já. Alexander hefur ekki náð að sína þessa svakalegu varnartilburði eins og hann sýndi hérna í einvíðinu gegn Hilmi Freyr. En við ætlum að fara í stuttar auglýsingar og koma aftur eftir þær með framhaldið að þessu einvíði ekki fara langt, kæru áhorfendur. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu.
Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferð þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Já, komið sælir aftur kæra áhorfendur, þið að fylgjast með undanúrslitaviðureign Vignis Vatnar Stefánssonar og Alexander Dómaldsjúk Jónassonar, staðan 3,5, Vigni í vil. Ingvar, þetta er farið vel að stað hjá Vigni. Já, hann má eiginlega segja að hann sé loksins að tefla vel hérna í þessum einvíum. Hann er svolítið svona verið fjarað sínu besta í þessum einvíum, ég veit ekki hvað valdi því, hvort eitthvað sviðskrekkur eða eitthvað svona. Ég hef ekki búin að gera svona mikla vonir, eitthvað slíkt, en hann er svona að sé bara mjög afslappað núna að vera að tefla svona nærri sinni getur sem ætti að búast við. Já, einmitt, hann mætti jafnvel halda að hann hafi brátt rólegan dag í gær og safna kröftum fyrir. Já, bara safna kröftum og búið byrjanir og akkurat. Sé bara mættur hérna í góðan gýr. Það er ekki annað að sjá. Þeir eru farin að stað,
Fimmta skákin komin á skjáin, þar stýrir Alexander hvítumörunum og nú þarf hann að láta finna fyrir sér, ætla hann eiga möguleika hér. Já, hérna verður hann að láta Sverra til stáls með hvítu. Hann leikur Daniel 4 og Vignir hugsa þessum í 16 sekundur. Já, reyna á hvað hann þarf að gera. Já, býðu nú við. Já, þetta er fyrsti leikur, klukkan fer ekki alveg strax á stað. Já, það er rétt, hann mátti hugsa frítt fyrsta leikinn. Og það er frönsk vörn aftur og Vignir fer í hið svo kallaða harðlífi sem við ræddum síðasta sunnudag. Rúbenstein variantinn. Já, það sem að Svartur tekur á sig frekar þrönga stöðu en trausta. Já. Það er að byrja sem að ískir bókasarsverðir hafa beitt með góðum árangri. Já, með mitt. Já, smá brandari á kostnað Georg Mægir sem lengi var að tefla þetta og raðin í jafntefli með Svörtu. Já, ég held svona, ef Svartur teflir þetta eða kann þetta fullkomlega, þá getur hann hugsað sér að ná jafntefli. Já. Þetta er eiginlega, þetta er ekkert skemmtileg staða fyrir Svartan kannski, en... Nei. En með við stöðuna í einvíðinu þá kannski skynsamlega ákvörðun hjá Vigni að tefla þetta. Já. En svo, þetta er nú ekkert Svartur vinnur alveg skákir í þessu. Það kemur fyrir. Eitthvað ójafnvægi í þessu. Já. Mægir til dæmis hefur alveg verið að vinna skákir í þessu. Það sjálfsög og hendar vel svona traustum skákstíl. Já. Alexander leikur hann A4, hann er kannski ekki alveg að bóta þessu peði upp á A5. Hann hefur nú ekki, finnst mér hérna náða að fá eins kannski góða stöðu út úr þessu og hvítur getur gert. Nei. Svartur er oft í meiri vandræði með að virka hann biskup hérna. Vignir er búinn að koma ár sinni vel fyrir borð hérna. Tekur á A5, hann var lítið óvænt. Já, spurning hvort hann ætla að fá tempo á hrókin eftir hrókutur bara A5 að leika C5 eða eitthvað slíkt. Losa stöðuna, alveg mjög vel stöðuna. Býr svolítið að því að hvítur eru aðeins fastur út af biskutur bara F3 í einhverju variantum. Þannig að til dæmis drókning D2 einhverju svoleiðisleikir að þá væntanlega slengir hann bara á hann einhverju týpið þarna. Einmitt, drókningin svolítið bundið með valda hérna. Já. Leikur C5 með C4 segju. Nú kemur þetta ekki 4, nú hótar hann að taka F3 og H2. Einmitt. Og hótar líka kannski að taka þennan biskup og halda því fram að hann sé með góða stöð út af biskupaparinu. Hvítur þetta fengið smá svona miðborð. Já. Eftir það. En hvað á hvítur að gera? Til dæmis H3, biskutur F3. Kemur riddaraka falla H2, en þá getur ekki skotið inn drókning E4 eða hvað í þeirri stöðu og það er rétt hjá þér. Þau eru vandræði. Riddaraka falla H2, drókning E4, hótaði máti á H7 þá. Já. Og F5 getur svarað með dróknar breysa skák. Já. Riddarinn getur orðið strandaglópar þarna H2. Þannig ætla sig ekki reikna það, hvort hann megi ekki bara leika H3. Reyna að fá miðborð. Já, ég hugsa það. En ég meina eftir H3, tekur hann ekki bara á E3 og leikur svo C5 með eitthvað slíkt? Er það kannski jafnvel að spá ég að leika C5 hérna? Nei, hann leikur H3, já. Já, leikur C5 og valdar A-peðið og reynir að brjóta upp hvíta miðborðið. Og þá hugsar Alexander. Ég hef nú svona tilfinningun að Svartur með að vera nokkuð sáttu við stöðun eftir byrjunina hérna. Já. Hann er vissulega peðið yfir þó að tæla ekki mikið þetta tvípa alýrunni en hann hefur biskupaparið og staðan aðeins og opnast. Biskup C2 hóta kannski drókning D3 eða svona hugmyndin. Já, rýmir hennar reitt fyrir drókninguna, setur upp svona. Erum við með eitthvað gott orð hérna fyrir enska orðið batteri? Nei, en við skulum kannski hugsa saman og finna eitthvað gott upp hérna. Já. Það vill alltaf vera þannig að það er ekki endilega til íslensk orð fyrir mörg svona heiti sem að menn nota í daglegu tali úr enskunni. Nei, mitt það er rétt. Eins og battery, Queen and Bishop battery og ýmis svona, hugtök. Leikur drókning D3, hóta máti á H7 og F5. Kraftmikill leikur. Drókningin á C3. Við meitum að leika okkur með hérna ennska orðið skjúer er oft notað þegar menn setja
til dæmis sleppa biskup og drottninga bakvið, þá áttu eiginlega stjaksetja. Stjaksetning, einmitt. Skjúurinn, sko. En já, manni finnst eins og Hvítastaðan sé orðin svolítið losaraleg. Já, nú, biskup B4. Ekki ásöp á hann og já, biskup B4, ég var ekki eins og búin að sjá biskup B4 þegar ég sagði þetta. Það bara virkaði eins og það var eitthvað glöfulegt, sko. Og Alexander hristir hausinn, hann. Já, hann á ekki eins og möguleika millileikjum þar sem að, nei, þetta er bara tapað. Já, þetta er bara tapað. Hver á síðustu leikur Hvíts? Hann dreif bara D4 og fær D6 biskupinn en... Einu leikurinn. Já, og gæli við að eiga eitthvað mótspil þarna, en líklega er það ekki nóg. Drottning B6 frábærleikur. Valdar allt og hóta B2. Já, það þvingar uppskipti og þá er eftirleikurinn svona tæknilegt atriði fyrir Vigni, ætti að vera það. Já. Alexander hefur enda sýnt að hann er alveg ótrúlega lífsegur í slæmum stöðum. Hann er spurning hvort hann getur hrist eitthvað upp í þessu. Þetta er allavega svartur að tefla upp á 2 úrslit. Já. Hvernig myndur að lýsa skákstíl Vignis Vatnars? Það er kannski svolítið erfitt. Já, Hann er ekki mikið að tefla svona, hvað ég segja, svona glanspartíð af gamla skólanum. Nei, það er rétt. Hann er svolítið svona... Það hentar hann að vel að tefla svona bara eins og kirkislanga. Já, hann er svolítið svona baráttuskákmaður. Já, en það er nú alveg hellingstaktik í honum samt, sko. Já, algjörlega. Þegar mómentið kemur. Já. Maður voru mikið tíma að spá í þessu svona upp á... Maður manótt með ýmsa skákmenn, það eru svona flotti leikir eða flottar skákir. Þú veist, maður hugsa Helga Ólafsson, hugsa maður Helgi Ólafsson Levitt þegar hann dreipur á E6. Einmitt. Friðrik með skákir á móti. Tala og Fissir og ýmsi leikir þar. Nákvæmlega. Svo framvegis. Kannski að Vigni svolítið eftir að búa til sín svona signature moment, svo við slettum. Já, einmitt. Já, ég held að glanspartí Vignis Vatnars hingað til eru bara einhverjir sko 120 leikja svíðingar. Já. Það er svolítið þannig. Það er svart að það er aðeins að passa upp á að hanga á þessu hápeði en það ættu nú ekki að vera erfitt. Já, Vignir er manni yfir, Alexander hefur 2 peð fyrir sem ætti að falla nokkuð fljótlega og svartur er með tölvöra virkni hann á G-línunni sem hróku G2 over hótun. Í vikinni reyndar, ég held smá með því að Vignir klúra þessu hápeði og þurfa að vinna með hrókur og biskup mútar hrók. Já, algjörlega sko. Við fengum það með síðasta sunnudag, það var gaman að fylgjast með því. Já, herru, ég mista því. Já. Við nefnilega höfum mjög nýlega að tekja æfingu því hérna hjá kvennalandsliðinu. Einmitt. Þar sáum við Helga Ólafsson sína mjög góða vörn með hrókin en var svo tæpar tíma að hann féll. Hann féll tíma, já. Já, okay. Hann hafði þar á undan sko varist fullkomlega sem þess mér. Já. Það er átt trikk í þessu, það er tíminn fer átt með menn. En þannig er Vignir komið valdapeð þarna, byttu nú við. Akkur, jú, herðu. Já, byttu nú við. Smá trikki, en ættu nú bara hrókur eitthvað, hvað er vandamálið? Já, það er ekki bara, biskupinn bara. Já, biskupinn valdar hápeðu og þá er eiginlega tæknilegu vandamálinn úr sögunum, myndi ég segja. Biskupinn er fínt akkeri hérna bara og... Já, við meðum jafnveruleika að koma út af breiðþrú sem hann gerir, bara halda valdinn á C6. Og það er yfirleitt þannig, sko, biskupar hrókur á móti hrók og nokkur peðum að sá með biskupinn nær yfirleitt að plokka peðin af anstæðinum. Já. Smátt og smátt. Það er rétt og hér gæti Vignir, hann fer nú bara í C5 peðið. Hér er mjög mikilvægt náttúrulega að svartur með rétt horn á hápeði. Valdar uppkomur rétt persins. Einmitt, þannig að ef við myndum skiptast upp á hrókum þá væri endataflið unnið sem það væri ekki ef að peðið var á A-línunni. Já, mikið og áttum báðir vantarlega vona sigri Vignis, þá átti ég nú ekki vona því að það gæti komið hérna mögulega í sjöttu skákinni. Nei, einmitt. Staðan er 4,5 og ef að Vignir vinna þessa skák með hvítumörunum, þá er þessu innvíu lokið. Ætla að fara í Vignir vatnar aðbreið, Ritter F6, D4, tekið, Ritter D2 og svo hraðiðis. Ég meina svartar á ekkert betur en Ritter F6, hann forða, hann er hræddur. Já, biskup B6. Ég man bara, Ritter F6 er einu leikurinn tölvunni, nú er hvítu með þægilega tafl. Já. Vignir er hálf hissa á þessu saman. Er spurning hvort, ok, kannski biskup E3. Var hún mikið að eyða bara, leika bara háþrjú?
Bara halda þessu D4, E4, fyrst að Svartur gaf það, sko. Já, ég held að sé alveg leikur, sko. Náttúrulega getur Svartur kannski á einhverjum tímapunkti gefur hvítum tvípeð. Þá reyndir að hafa í huga, býtum við, bara að drepa á F, kannski ekki að drepa á F7? Það getur drepa á F7, maður. Það reyndar G5. Þeir eru bara að gleyma sér hérna í... Þetta er svona... Bara barnatrekkum, sko. Já, þetta er svona... mutual trust, sko. Þú býst ekki til að anstæðingur leikis af sér og þá ertu ekki að leita. Ef Vignir hefði verið að tefla fjöltefli við einhvern, hérna, fórstjóri einhverju fyrirtæki, þá hann sé biskup úr F7 held ég á svona 5 sekúndum. Já, og vinnur biskupinn og peðið yfir og allt í góðu. Já, en hérna treystur á anstæðingnum og ert kannski ekkert með radarinn í gangi. Einmitt. Þetta er svolítið magnað. Ok, riddari D5, síðusti leikur Vignis. Hann með biskupaparið og miðborðið og ætti að geta verið sáttu við stöðuna. Hrókur E8, já. Kýtler þetta EP. Við verðum nú eiginlega að halda aðeins með Sassa núna. Já, við erum að vona að hann komist eitthvað inn í þetta. Komið einhverju smá spenni í þeim við. Við sáum það í mitt síðast þegar Helgi Ólafsson var 4,5, 1,5 yfir gegn Hannesi, þá setti Hannesi gírinn. Kom sér aftur inn í við. Þetta er alveg óþægilega góð staða sem að Vignir með núna. Já, því miður. Það er erfitt að sjá einhverja möguleika fyrir Svartan þetta. Þegar menn hafa riddarana mótið biskupum þá er eiginlega í lykilatriði að eiga einhverja svona örugga reiti á miðborðinu fyrir riddarana. Já. Og hérna bara eiga riddarnir enga góða reiti. Einmitt. Við sjáum til dæmis hvað staði myndi breytast mikið ef þetta P væri til dæmis á D5, þá getur riddarnir hoppað á E5 reitin. Það var komin einhverju reitir svona til að glíma við Hrókur C, alveg sérstaklega pirrandi leikur. Já. Þegar Svartur kannski eitt af plöninu var kannski að reyfa riddarinn og reynilega C5 til að fá einhverja reiti fyrir riddarana. En nú tefst það. A3, jafnvel B4 að koma núna. Það reynda að valda peðið. Já. Þetta er alveg svakalega gleðisnöð staða hjá Sasha. Drottningin er farin að lenda í vandræðum. Það er í ofanálag að fara að ágera á leikins og G3 sem að Björn er að benda hérna á. Sem tapar allavega peði. Já, hann er það að fara F6 og þá er allt í skralli. Já, en hvernig lagar hann þetta? Já, það er góð spurning. Men ef hann hreyfir hrókinn á E7, þá getur hvítur jafnvel bara leikið D5. Já, reyndar ekki, þá er hann í D3. Ég var að spá í að ná peðan á C7. Og hann sleppur kannski, en ekki er það glæsilegt. Ekki er það glæsilegt, nei. Mínútu undir. Dronning F5 var skemmtilega góða leikur. Já, óþægilegur fyrir Svartan. Vignir með 2:30 klukkunni, Alexander er nálgast mínútu, hann leikur Hrókur E6. Sjáum að hann á millileik þarna, D5 Hrókur F6, hann er ekki að tapa manni. En að samaskapi, nei, betur nú við, D5 Hrókur F6 og D7. Ok, það er H5 rétturinn, hann fer þarna saman. Hann leikur D5, já. Býðum hægir. Hvað er hann að, herðu? Já, hann var að hugsa Hrókur F6, þá ætla hann bara að leika G3, eða ekki? Hrókur bara F5, G3 bara H5, tveir með nóni. Það er allt í, já, athyglisvert. En núna leik Sasha fyrst, riddari E7, það fyrir dronninginu Gunnar 4. Það er perandi góð leikur líka þegar nú verður bara hún á C7 á endanum. Já, og Hrókurinn klúnalegur hérna, einhvern veginn inni lokaður. Já, svartastæðan er bara hrynja, þetta var... Og þetta kom eiginlega svolítið út frá byrjunni, að gagnkvæm þekking á byrjunum hvers annars. Sasha var einfallega hræddur. Hann mundi allt í hennu, já, hann vissi hvað hann ætlaði að tefla. Hann ætlaði að tefla afbrigði sem að hann hefur stúderað og sýnt á vignuvatna.is. Hættulegt afbrigði. Já, einmitt. Fínt, ég meina Svartur er í lagi, hann kann það, en hann var greinilega bara hræddur og leik biskup B6 sem að er... Já, það er ekki... Bara, ég er að leita orðið fyrir suboptimal. Einmitt, já. Einmitt. Vandamáli við hérna. Að lesa endalins og skákbókar ensku, maður er bara hérna í enskorðunum. Já, þetta er bara því miður fyrir Alexander mjög vonlítil staða. Já, þessi Hrókur F6, já, stalar orðinu, hann er alveg hrikalegur, sko. Hrókurinn er að pikka upp peðin og þessi bara Hrókur, hann á ekki afturkvæmt inn í skákina, hann er fast. Gat Vignir ekki bara leikið G5 í stað fyrir F3, var ekki Jóni bara á... Jú, hann gat leikið G5 á áðan, jú. Að því sögðu þá er þessi Hrókur ekki farin neitt og G3 núna er mjög pirrandi leikur. Já. Svo sem vinnur allt, hann getur endurleikið G3. Gerir það enda ekki.
Já, en á móti þá hann 4 beðið meir. Já, það meirinn og engar hættur og Vignir ætti að stýra þessu í höfn. Já. Hvað hann að hugsa, drengurinn? Já, leikur okkur 6. Verðið ekki bara, þetta einvið var svo stuttur, eða ekki að Shanghai Vignir hérna í smá spjall bara? Ég held það sé alveg við hæfi ef hann klárar þetta að fá hann í spjalla eftir. Rittari G5, hann eitthvað klóri bakkan. Þetta eitt af mestu kraftverkum sem við höfum síðan hérna ef að Sasha að bjarga þessa stöðu og ég bara, Já, hann gerði bara upp. og bjargar henni ekki með því að gefa. Einmitt. Vignir búin að ná sér í glæsilegan sigur. Já, vá. 5,5 eru lokatölurnar í þessi einvígi og Vignir hefur þá tryggt sig áfram í úrslitina sem að mætir Hannesi Lífari Stefánssoni. Úrslitaviðureignin fer fram næsta sunnudag klukkan 6, það verður spennandi að sjá það. En við ætlum að fara bara í örstutt skilaboð og fá Vignir Vatnasigur einvígisins í spjall til okkar eftir smástund. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Já, komið sælir eftir kæra áhorfendur. Við vorum að fylgjast með undanúrslitaviðureign Vignir Vatnar Stefánssonar og Alexander Dómaldsjúk Jónassonar sem endaði 5,5. Vigni vil og hann komin hingað til mín í smá spjall. Vignir, til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það. Þetta virtist bara ganga glimrandi vel upp hjá þér. Já, ég held að þetta sé fyrsta skipti í þessu netbótu sem ég tefli vel. Það er svona að mínu styrkleika. Ég var virkilega ánægð með tapmennskuna. Já, þú verðist ekki verið ánægð með tapmennskuna hingað til í einvígunum. Nei, svo langt frá því, það er eiginlega erfitt að lýsa því. Já. En þú náður að tefla svona, hvað ég var að segja, þetta var heilstift hjá þér, þetta var ekki mikið mistök á ónákvæmni og þetta flæddi vel bara svona, tapmennskan virtist vera. Akkurat, já, með svona gott flæði. Já. Ég svona fekk svona margar skákir sem kannski var með aðeins betra og
það er svona pressa og kannski endar maður að vinna sko. Mjög lítið tapættu nema í fyrstu skákinni, þá var Dómaldsvík með mig í fyrstu skákinni, en þetta fer náðan ekki að einmitt. Það kannski geta litið öðruvis út ef þið komist inn í þetta þar. Akkurat. En þú ert þess að komin í úrslitin þar sem maður mynd mæta stórmeistaranum Hannesi Hlífari Stefánssoni sem lagði Helga Ólafsson að velli síðasta sunnudag. Hverju getur við átt vona á í úrslitunum móti Hannesi? Stefánsson mun vinna. Stefánsson, það er pottið. Það er pottið sko. Já. En ég er virkilega spenntur sko. Ég hef telt náttúrulega við Hannes Grilla oft og svona heilt yfir kannski ekkert með sérstakt skora og með marga aðra sko. Þannig að og sérstaklega hraðskák höfum við bara ekki telt að marga hraðskákir sko og aldrei einvígi sko. Þannig að ég er bara virkilega spenntur fyrir að tefla við hann. Ég náttúrulega vona að hann taki eitthvað ævintýralegt comeback eins og ég gerði ekki að tala gól en ég vona að hann láti mig vera. Einmitt, það verður gaman að fylgjast með því. Það fer fram næsta sunnudag klukkan 6 og við hvetjum ykkur til að fylgjast með þá. En áður en að við kveðjum Vigni þá kannski við hæfa að spyrja Vignir, það er búið að vera mikið að gera hjá þér á þínum skákferli núna upp á síðkastið. Hvað er svona döfinni? Hvað er næsta dagskrá hjá þér? Það er Reykjavík Open að byrja sem maður er nú eiginlega alltaf spenntastu fyrir að fara að tefla í Hörpu og svona alvöru staður og alvöru mót. Þannig að ég er náttúrulega gífurlega spenntur fyrir því. En síðan er það náttúrulega bara það er búið ekki bara í ferðartösku eins og ég gerði síðasta sumar. Ég hugsa að mæ til svona september, þá menn enginn á sambandi við mig. Það bara verið eitthvað staðar að tefla í friði, sko. Já. Þannig að það er ýmislegt komið, en og eitthvað svona stórmót og eitthvað svona deildakeppnir og eitthvað. Þannig að þetta er helviti skemmtilegt. Spennandi tíma framöndan, heldur betur. Við þakkum Vigni fyrir spjallið og óskum honum aftur til hamingju. Sjáum ykkur aftur næsta sunnudag, kæra áhorfendur. Verið sæl í kvöld. Bless, bless.